niðurstaðan frá okkar hendi að við færðum honum hið táknræna umboð og bara fórum aðeins yfir hvernig vinnunni hafði undið fram og hvernig við sjáum fyrir okkur framtíðina og nú náttúrulega bara mjög mikilvægt að hafa það í huga. Við erum með rosalega stór verkefni inn á þingi og við munum bara að halda áfram að vinna í þeim og reyna að byggja ofan á þeirri góðu vinnu sem við áttum með þessum flokkum sem við vorum að reyna að ná samhljómi með. Hvað sögðu þið við forsetann að hefði komið fyrir okkur eða urðu ekki formlegar viðræður 5 flokka? Bara það sem við höfum verið að segja í dag. Við vorum komin með svona 90%. Það vantaði upp á og vilja til að málamiðla í svona mjög stóru málum sem við vorum þó komin mjög langt með. Þannig að það kom okkur mjög óvart að það skipti ekki takast í dag. Fundurinn í dag gekk út á það að fólk kæmi og sýndi á spilin, sýndi hvar sársaukaþröskuldurinn nákvæmlega liggur og hvað fólk væri tilbúið að málamiðla með á móti ef það fengi eitthvað í staðinn. Og því miður þá tókst ekki að fá fólk til þess að gera það. Kom fram á fundi forseta. Hvað segirðu? Strandaði á Vinstri grænum. Það strandaði raun og veru, ég vil ekki fara að setja puttan á einn flokk. Mér finnst það ósanngjarnt, mér fannst fólk í raun og veru vera í allri þessari vinnu að leggja sig fram af heilum hug. Þetta var mjög góð vinna. Við fengum tækifæri til þess að fá betri skilning á því hvar fólk leggur mesta áherslu á í ólíkum málefnaflokkum. Við náðum merkilegt nokk samstöðu hluti sem að ég hélt að yrði mjög erfitt að ná samstöðum. Og ég trúi ekki öðru en að það sé hægt að halda áfram að vinna út frá því inn á þinginu. Nú skiptir miklu máli og það er mjög mikilvægt að komi fram að allir flokkarnir voru sammála það að það væri mjög mikilvægt að forgangsraða í heilbrigðismálin, menntamálin og aðra innviði sem kalla á slíkt. Allir flokkarnir voru sammála stjórnarskrármálið, aðferðafræði hvernig við getum farið í þjóðaratkvæðagreiðslu ESB, meiri sé að við náðum sáttum miðhálendisþjóðgarð og guð má þetta hvað. Við náðum ótrúlegum árangri og ég trúi ekki öðru en að fólk sé tilbúið til þess að halda áfram að vinna með þær niðurstöður sem við náðum í dag. Eftir þessa niðurstöðu fullreynt með samstarf þessara 5 flokka? Nei, það ekki fullreynt en að sjálfsögðu það þannig að þegar það ekki hægt að komast lengra að þá ekkert sem réttlætir að ég sé með umboðið að Píratar, þá finnst mér alveg sjálfsagt að allir tali við alla eins og var reynt daginn og það var mjög árangursríkt og í raun og veru náðum við 5 flokkarnir saman út af því að fólk hafði tækifæri til þess að tala við alla. Nú hefur fólk greint sína sársaukalínur þó það hefur ekki verið tilbúið til þess að ganga alla leið í dag en ég bara vonast til þess að það sé einhvern veginn möguleiki á að láta það endurspeglast einhvern veginn í breytingatillögum til dæmis á fjárlögum og ég vona að það sé grundvöllur til samvinnu ólík málefni hvað svo sem gerist með ríkisstjórn. Kom fram á fundi eitthvað með Guðna hver næstu skref verða? Guðni mun greina frá því sjálfur. Þannig að þið ekkert með neinn sérstök skilaboð í farteskinu núna frá honum? Nei, bara hans einlega óskum að það fari hér að komast það fari að koma ný ríkisstjórn sem að taki við völdunum. En núna þingið með völdin og fyrir svona þingræði sinna eins og Pírata þá það frábært. Nú eru rúmar 6 vikur frá kosningum, kominn sá tímapunktur að það þyrfti kannski að kjósa aftur? Það finnst mér ekki ennþá, því að við í raun og veru höfum nú áður sem þjóð farið í gegnum aðeins lengra tímabil þar sem hefur verið reynt að ná saman ríkisstjórn og mér finnst það ekki fullreynt ennþá með að fólk reyna að mynda ríkisstjórn hvernig svo sem hún mun líta út. Píratar eru ennþá mjög ákveðnir í því að þeir ætli ekki að fara í samstarf með flokkunum sem þeir telja að þeir geti ekki náð neitt málamiðlun með. Við vorum svolítið í því hlutverki í þessum samningaviðræðum að vera svolítið eins og ríkissáttasemjari og það tókst ekki að slá í vöfflur í dag en kannski þarf að hugsa út fyrir bóksið enn frekar. Kannski væri tilefni til þess að athuga með utanþingsstjórn. En mér finnst alveg ljóst að ef við ætlum að mynda þjóðstjórn
að þá þyrfti fólk að sætta sig við enga breytingar. Þingflokkur Viðreisnar sendi frá sér tilkynningu núna fyrr í dag þar sem þau segja að þessar viðræður hafa strandað á því að þingflokkur VG vildi auka útgjöld 30 milljarða strax á næsta ári. Er það rétt? Ég bara hef ekki séð þessa fréttatilkynningu frá Viðreisn en ég vil bara halda það til haga. Það er ekki neinum einum að kenna, ekki náðist, að það náðist ekki að fara í formlega viðræður. Við reyndum að besta sem við gátum gert var að skapa svigrúm og tíma til þess að fara ítarlega yfir þessa málaflokka. Við náðum ekki að ná fólki saman en það er engum einum að kenna hvernig fór. Við gerðum heiðursmanna samkomulag á þessum fundi í dag að við færum ekki að benda á hvert annað að vera einhverjum einum að kenna og mér finnst bara, ég ætla ekki að gera það. Eitt að lokum, þið hafið útilokað samstarfið Framsóknarflokk og Sjálfstæðisflokk. Stendur það enn? Já, við vorum mjög afgerandi með það fyrir kosningar að við ætlum ekki samstarfi stjórnarflokkana. Ég hef ekki séð neitt koma frá þeim flokkum sem gefur til kynna að eitthvað hafi breyst hjá þeim. Segir viðræðunefnd Pírata hér á Bessastöðum. Í kvöldrættum Stöðvar 2 og eftir munum við ræða betur við Katrínu Jakobsdóttur formann Vinstri grænna, Benedikt Jóhannesson formann Viðreisnar og Óttar Proppé formann Bjartar framtíðar og einnig greina frá því hver næstu skref í þessum viðræðum verða. Ekki missa því klukkan 18:30.